Heiðhesturinn, hann makkaði þetta líka. Nee, halen ze vast. Ja, weet je, met al dit Bara svona að spyrja, hvernig líta hrossin út hjá þér? Hrossin líta bara vel út. Sumarið hefur ekkert ángrað þau. Nei. Þau eru sterk og... Já. Og jafnvægi yfir öllu. Já. Hver finnst þið vera helstu kostirnir við það að setja hross á fjall? Það er nú, þeir eru ýmsir. Frelsið í fjöllunum er mikið sviði og svo er gott að létta á haugunum heima fyrir. Þennan tíma. Þá koma aftur á ferskan haga. Þau koma á ferskan haga í afréttinu og svo koma þau á ferskan haga þegar þau koma heim eftir. Finnst þér eitthvað öðruvísi? Finnst þér eitthvað einkennar hrossin sem fara á fjall? Annað en önnur hross? Það er svolítið erfitt að segja til þá sérstaklega fyrir mig því að ég hef aldrei átt hrossnema sem fara á fjall. Nei, en ég hef heyrt svona að þeir séu sterk og séu sjálfstæð og svona fótviss. Já, ég hugsa að það sé, en núna hugsa ég, það fullir ekki mikið en aðstæðan er ákaflega ólík. Fyrst að vera rekinn á fjall, það reynir á, verður nokkur íþróttamaður sem aldrei reynir á sig. Já, það er gríðarleg stemming hérna. Já, það er það. Ert þú með margt fólk hérna á þínum vegum? Já, það eru hérna margir sem betur fyrir hérna hjálplegir og vilja vera með í þessum bransa. Og þetta er náttúrulega mjög sérstakt, þetta er heilt ævintýri svona, það er að koma vetur og það kemur fjöldi fólks ríðandi og allavega og til með að fara sprett upp í dal og segja þetta var ógleymanlegt. Og þetta skiptir ekki litlu máli. Og tengslin á milli manna og milli manna þau styrkjast og svo hefum við skagfirðingar alltaf svolítið gaman að kalla fram gleðina. Það er það ekki? Og reynum að hafa hana í fyrirrúmi og kasta hinum bara aftur fyrir. Mér sýnist ykkur aldrei svo að tekist það. Ég feg aftur inn og svo drekk ég gladur svo var minn hann skaupæðir eitthvað tvoðæðir þrjá. Þeir fljóða síðan á. Síðan og gera hér. Síðan rúnir hún með dinga. Hér langmæst glasið mitt. Í glasinu góður landi. Gerður handa mér og þér. Svengda pabbi til vonandi. Vekk ég ofan fyrir þér. Svengda pabbi til vonandi. Þarna kom tenorinn. Vekk ég ofan fyrir þér.
Svo eitt sem sjaldan talað að það maður skynjar nokkuð, það þessa tilhlökkun í hrossunum að fara í afréttina. Já, það? Já, ég segi stundum að þeir mætti sleppa þeim þegar maður er komin á vegi, þeir myndu fara upp yfir. Og svo sama gleðin að fara heim. Ef þú fylgist með á eftir þá getur þú séð að það þyrfti ekki að reka þetta mikið. Þau myndu fara heim. Það þyrfti ekki allan hennar mannskap þó hann sé vel þegið.